skella öllu í loftið. Allt að verða tilbúið. Nú, kvöld númer 10 hjá okkur. Við erum búin að taka núna 10 kvöld í röð þar sem við erum að skoða lestur barna sérstaklega og eins og ég nefndi ykkur, þessi kvöld eru mikið til fyrir ykkur foreldra. Þetta eru vinnustofur sem ég vona að þið hafi getað nýtt ykkur, kíkt í gegnum það, hvað getið þið gert til þess að ýta undir, hvetja ykkar barn til þess að lesa meira og hvaða ráðum ég hef beitt sem dæmi og hvaða vandamál við erum að tækla til dæmis, ekki bara á námskeiðunum, heldur á bara almennt sem ég mæli með að við skoðum og pössum upp á heima, hvaða venjum við þurfum að breyta og bæta og uppfæra og laga. Og í dag ætla ég að taka fyrir vandamál númer 9 og það er svona dálítið lokanikkurinn á því sem við erum búin að vera að skoða á og vandamál númer 9 er rauninni bara varðandi lesskilningin. Það eru mjög margir sem eru bara fastir á því, veitu, en er lesskilningurinn ekki það sem að skiptir mestu máli? Er það ekki það sem við þurfum að horfa á, ekki hraðinn eða eitthvað annað? Er það ekki lesskilningurinn? Og við ætlum aðeins að skoða það hérna í dag. En ég gerir ráð fyrir að þetta sé seinasta kvöldið sem að ég er að taka efni tengt hraðlestrarkrökkum. Á morgun ætla ég að fara að færa mig yfir í hraðlestrarskólann. Þá ætla ég að fara að hætta að streyma hérna á Facebook fyrir hraðlestrarkrakka. Ég ætla að fara yfir á hraðlestrarskólasíðuna á Facebook. En ég verð áfram inn á live síðunni minni inn á vefnum hjá mér, h.is/live. En hefur þú tök á því að skjóta inn spurningum því að ég mun taka fyrir bónusinn hérna á eftir. Það er inn á þessari síðu, þar er hægt að skjóta spurningum á mig gegnum Messenger, í gegnum textahólf sem er þarna á síðunni. Það er síðan líka spurningaform sem að mjög margir foreldrar hafa einmitt nýtt sér. Skotið spurningum á mig og spurt spurninga og ég ætla að taka eina hérna fyrir og eftir. En þetta verður áfram opið. Þú getur áfram verið að senda spurningar á mig í gegnum þessa slóð hér, h.is/foreldrar. Hér eru fyrstu 4 vinnustofunar. Ef þér fannst þú missa af einhverju, við erum á 10. vinnustofu, hér eru fyrstu 4. Seinustu 6 vinnustofunar munu eingöngu vera í boði fyrir foreldra sem bónus þegar þau eru að senda barnið sitt inn á hraðlestrarkrakkanámskeiðin fyrir 7 til 12 ára. Þá eru þau að fá undirbúningsgátt og þar verða vinnustofunar 10 allar inni sem bónus fyrir þá sem að vilja kynna sér og skoða hvað við erum að kenna og hvað við erum að útskýra. Nú þetta verður líka bónus fyrir foreldra sem eru að stökkva inn á foreldranámskeiðið, lestrarhestar, mitt barn les, eins og ég kalla það, því að nafnið kom rauninu upp bara út frá samtali við foreldra. Það kom þeim svo óvart, mörgum foreldrum kemur það svo óvart að barnið þeirra er allt í einu farið að lesa. Barn sem að var, hafði nákvæmlega engan áhuga á því að vera að lesa texta, að lesa bækur, var núna farið án þess að þurfa að biðja um það, fara að taka bókinu upp og farið að kíkja í bækurnar. Þannig að hvað er það sem ég ger á námskeiðunum sem að breytir barnið sem er mjög ófúst til þess að lesa og færða til þess að kveikja á áhuganum, að það fari núna að hafa gaman að því að lesa. Því að markmiðið á hraðlestrarkrökkum fyrir 7 til 12 ára er tiltölulega einfalt. Það er bara að fá þessi börn til þess að lesa 1 til 2 bækur á mánuði, því ég veit ef ég fæðu til þess, þá er eftirleikurinn mjög auðveldur. Það eina sem þú þarft sem foreldra að gera er bara að passa að þau hafi nægt streymi, nóg af bókum til þess að lesa og þá lenda þau aldrei í vandræðum þegar lengra er farið. En það skiptir líka máli að nýta krakka ábyrgðina, komin aftur, barn sem að hefur kannski átt við eitthvað lestrar vandamál, það er kannski ekki endilega nóg að það lægist bara 1 3 vekna námskeiði eða 1 10 vekna námskeiði. Ég mæli með því, við erum með krakka ábyrgð, fólk getur sendt börnin sín aftur og aftur frítt inn á námskeiðið. Þú borgar bara fyrir námskeiðið einu sinni, síðan getur þau komið á 4, 5, 6 mánaða fresti og þau getur þversna komið námskeið eftir námskeið eftir námskeið. Ég hef ekkert sett lokun fyrir það hver oft barnið kemur.
ef ég að sjá barn koma inn einu sinni 2 á ári, þá það bara pluss fyrir mig, því að mér finnst gaman að sjá að börnin hafi gaman að því að koma og rifja upp og bæta færnina og hyglust að nýta það. Til þess krakka ábyrgðin. Nú, eitt af því sem að ég hef verið að nýta þessu kvöldi líka bara að svara ykkar spurningum og vera ófeimin að skjóta þeim til mín. En ein spurning sem til dæmis kom til mín í gær var frá móður 9 ára barns. Barnið hennar hefur verið að lesa í kringum 8 til 14 orð á mínútu. 8 til 14 orð á mínútu, 9 ára gamalt, og ég hef verið að segja ykkur frá stúlku sem var 9 ára gömul og hún var að lesa 550, þannig að þið sjáuð, það gríðarlegu munur. Þarna barn sem í verulegu vandræðum og hún var bara að bíða eftir því að komast með barni í lesblindugreiningu og hún var að gera alla hluti rétt. Þú veist, grípa fljótt inn í, byrja að hjálpa því, fá greiningu, fá hjálp fyrir barnið, en svo líka bara í framhaldi að fara að þjálfa lestrarfærnina. Og ég hef ekkert endilega sagt að það þurfi endilega að koma á námskeið hjá mér. Bara það að barni geti komist upp á lagi með það að lesa meira heima, að njóta þess að lesa fleiri bækur, það hjálpar. En æfingaferlið sem að krakkarnir fara í gegnum hjá mér breytir jafnvel og hjálpar jafnvel barni sem mjög ófúst og vill ekki lesa og hefur nákvæmlega engan áhuga að lesa. Það færir þau vegna þess að æfingar eitthvað sem að krakkar skilja vel. Ef að þau sjá að þau fá í hendurnar æfingaferli og ef þau vita bara einfallega, ef ég tek æfingar 1-2 á dag á hverjum einasta degi, næstu 3 vikurnar, næstu 10 vikurnar, næstu 2 mánuðina, næstu 12 mánuðina, þá sé ég árangurinn minn verða alltaf meira og meira og meira og ég fer að hafa meira gaman á textanum. Gerum lestraræfingar hluta af þeirra daglega lífi, nákvæmlega eins og við biðjum þau að fara út í fótbolta eða eitthvað slíkt. Þetta allt partur af þeirra svona daglegu æfingum, daglegu rútínu og lesturinn á alltaf að vera partur af því. Því að lesturinn svo mikil grunn undirstaða í náminu þeirra í framtíðinu og ég hef einmitt komið inn á það á einni vinnustofunni. Lestur mikilvægur? Já, hann mikilvægur. Þetta verður alltaf fljótvirkasta leiðin til þess að sækja upplýsingar, til þess að festa upplýsingar í sessi. Og lesturinn gefur okkur það og þess vegna svo mikilvægt að við hvetjum börnin til. Þannig að ég benti þessari konu á bara að gera nákvæmlega þetta sem hún að gera. Halda áfram að vinna, fá lesblindugreininguna, sjá hvað þau geta gert þess að hjálpa barninu og síðan á einhvern tímapunkti. Því ég hef verið að fá börnin sem að lesa á bilinu 10 til kannski 20 orð á mínútu. Þau sem betur fer ekki mörg, en það börn að koma inn sem eiga við mikla lesblindu að stríða, það eitthvað að trufla og bara með því að koma inn þá fara börnin úr 10-20 orðunum og þau oft að sjá strax í viku 2, viku 3, þá þau að sjá tölur upp á 50, 60, 70 orð. Þegar þau að klára námskeið þá þau ofta að klára 60 til 80 orðin. Þau kannski ekki endilega að nálgast 100 orðin, þau að nálgast meðaltal hópsins í byrjun. Meðaltal 10-12 ára krakka í bilinu svona í kringum 100 orð, 90 til 110 orð á mínútu. Þau ofta ekki að komast upp í 100 orðin eða meira fyrir kannski þau koma inn á námskeið númer 2 eða námskeið númer 3. Þá þau að koma inn aftur, þau koma núna og að halda sig kannski í 60-70 orðunum en síðan eftir að fara í gegnum námskeið númer 2 að sjá kannski tölurnar upp á 110-120 orð. Þegar þau koma inn á 3. námskeiðið, þá farið aðeins að losna þau verða eiga oft auðveldara með þegar þau komin yfir 110-120 orðin. Nú flæðið fara að verða það gott, oft orðaforðin hjá þeim orðin aðeins meiri og þau sjá oft miklu meira stökk. Þegar þau fara úr 110-120 orðunum, þá þau oft að sjá 200 orð, jafnvel 250 orðin til að fljóta eftir það. Þannig að þeim fyrir sem við raunum stökkum inn í, ekki bíða og sjá, hjálpum barninu, það alveg hygglust og ég vona það að þið haldið áfram endilega að skjóta á mig spurningu því að ég mun vera með svona vinnustofur alltaf á mánudögum og hugsanlega miðvikudögum líka. 1 til 2 í viku ger ég ráð fyrir, það fer dálítið eftir hver dugli þegar það senda mér spurningar og þið getið með því að fara inn á þessa slóð hérna, þá verður hægt að senda spurningar á mig og
hygglust inn á h.is/foreldrar, þar fáið þið aðgangað 4 vinnustofum frítt. Þið getið skoða hvað við vorum að tala og sendið spurningar á mig og þá mun ég taka þær fyrir á vinnustofum frá með mánudaginn næsta, vera svona að skoða hvað við getum gert, hvernig getum við leyst málin, en gerir samt ráð fyrir að þær vinnustofur eru kannski aðeins styttri. Ég er ekki að fara í gegnum eins mikið af vandamálum, ég er aðalega að nota þær bara til þess að svara spurningum og svona skoða kannski það sem er í gangi á hverjum tíma. En ég hef líka nefnt við ykkur, þetta auðvitað dálítið skrítinn tími hjá okkur, við erum mikið heima, en þetta akkurat tíminn sem við eigum að nota til þess að hvetja börnin til þess að lesa. Ekki, börnin eru mikið heima fyrir, þau eru kannski minna að sinna frístundum eða áhugamálum eða kannski íþróttum eða öðru slíku. Þau eru að koma fyrr kannski heim úr skólanum, sum hver jafnvel eru í sóttkví og þurfa að vera heima. Nýtum tækifærið, setjum bókina fyrir fram að þau, ekki bara setja fyrir fram að sjónvarpið eða Xbox eða Playstation eða PC, hvetjum þau til þess að byrja að nota þennan tíma, til þess að kveikja þeirra áhuga á bókunum. Og það er bara oft spurningum bara að finna þessa einu réttu bók, þennan tíma sem að þau sjá allt inn og hagað því að fara að lesa. Og ég ætlaði með að fara að tækla þetta rosalega vel núna frá með næsta 5. degi, sem sagt eftir viku, 29. Þá ætla ég að fara af stað með foreldranámskeið. Þá ætla ég raunin að bara leysa frá skjóðunni, útlista öll mín helstu leyndamál, þar sem ég er að fara með þér í gegnum það, hvað er það sem ég segi við krakkana, hvernig fer ég með þeim í gegnum æfingarnar, hvað er það sem ég útskýri og fylgist með og skoða þegar að börnin eru á námskeiðinu, til þess að hjálpa þeim að stíga réttu skrefin. Hvað er það sem ég gerði sem barn sjálfur til þess að lesa og jafnvel barn og unglingur? Hvað er það sem ég gerði sem faðir til þess að hvetja börnin mín til þess að lesa? Hvað er það sem ég hef verið að gera sem afi? Og hvað er það sem ég myndi gera öðruvísi? Ég mun fara í gegnum þetta allt saman á þessu foreldranámskeiði og hygglust hlakka til. Það verður gaman að fara í gegnum þetta allt saman og leyfa svona foreldrum að sjá hvað hægt er að gera og hvað auðvelt það er að hvetja börn til þess að lesa meira. Það hjálpar að hafa eins og ég brennandi ástríðu fyrir því að lesa, hafa gaman að bókum. Ég les mikið og er alltaf að. Og mörg börnarna spyrja mig oft, hvað lestu hratt? Og ég segi alltaf, ég les bók á dag. Það er bara almennt þannig að ég eyði svona klukkustund, 90 mínútum í það að lesa bók og ég tek alltaf eina bók fyrir hverjum degi og ég gleymi því aldrei þegar ég sagði einum hópnum frá. Það er svo gaman að kenna börnunum, þau tala alltaf svo frá hjartanu, að þegar ég sagði hópnum að ég læsi bók á dag, þá svona fölnaði einn ungu pilturinn, 11 ára gamall, sem satt fyrir frá mig. Leiðist þér svona mikið? Því að það náttúrulega gat ekki verið að ég var að lesa að því ég hefði gaman að því. Þetta hlyti að vera einhver mannvonska að fara að láta mig lesa bók á dag. Leiðist þér svona svakalega mikið að þú ert að lesa bók á dag? En það er alls ekki þannig, langt í frá. En ég ætla að kíkja á eitt og annað. Við ætlum að skoða hérna smá upprifjun frá því í gær, en síðan ætla ég að taka smá upprifjun bara á tímana sem ég er búin að vera að taka. Þessi 9 vandamál sem ég er búin að vera að skoða. Ég ætla aðeins að fara í gegnum þau hérna á eftir, þannig að hygglust að halda þess áfram að fylgjast með. En ég kíkti á það í gær, hver hratt á barnið þetta að lesa? Upp í hvaða hraða áttu að reyna að, ekki bara barnið þitt, heldur þú sjálfur að reyna að tileinka þér í hraða og við horfðum á það í tímanum þar á undan af hverju skiptir lestrarhraðinn máli, en við skoðum það í gær hver hratt. Og það er tiltölulega einfalt. Góður lesandi, hann á helst að lesa blaðsíðu í skáldsögu, og þá er ég að tala blaðsíðu skáldsögu sem er kannski upp á 350-380 orð, það er ekkert óalgengt. Hann ætti að vera að lesa þá síðu á 50 til 60 sekúndum. Þegar þú ert farin að ná því að vera rétt tæpa mínútu að lesa eina blaðsíðu, þá ertu orðinn góður lesandi og þú ert auðveldara með að halda flæðinu, þannig að þú sést að sökkva þig dýpra inn í efnið, þú ert að njóta textans betur, þú ert að hafa gaman að efninu, þú ert að halda athygli, einbeitingu, eftirtekt miklu meiri. Framúrskarandi lesandi, hann er að ná 2, jafnvel 3 blaðsíðum á mínútu.
Þannig að horfðu í það, ef að það er að taka þig 2, 3, 4 mínútur að lesa blaðsíðu, þá áttu tölvöld mikið meiri hraða inni. Hugur þinn vill meiri hraða, þú ert að missa einbeitinguna meira, þú ert að fara að hugsa aðra hluti. Ef að þú átt það til þegar þú ert að lesa bók, að fara að hugsa eitthvað sem gerðist í vinnunni eða gerðist í gær eða þú ert að fara að hugsa hvað ættir að fá þér í matinn á eftir eða hvað ættir að fara að gera á morgun eða gera helgina, þá eru allar líkur á því að þú sé að lesa of hægt. Það er bara einfalt. Þannig að horfðu það með því að koma hraðanum upp undir það að þú sér 50-60 sekúndur að lesa blaðsíðunni í gegn, þá ert í mjög góðum málum. Nú, vandi númer 9, lesskilningur. Mjög margir eru fastir á því að ég sé að horfa í kolrangan hlut með því að kenna börnunum að lesa hraðar. Og þess vegna nota ég tíman í dag, lokatíman, til þess að dálítið að hnykkja á þessu, skoða þetta dálítið vel, passa upp á það að við erum að skoða lesskilningin líka. Ef við tökum bara sem dæmi, við verðum að horfa í það, lesskilningurinn og lestrarhraðinn, þetta er að mörgu leyti rauninni bara sikkur hliðin á sama penningnum. Við þurfum að passa upp á alla þessa þætti. Og við til dæmis skoðum lesskilningin mjög vel á unglinganámskeiðunum og fullorðinsnámskeiðum, almennunámskeiðunum okkar. Það er alltaf í byrjun hvers tíma. Þar eru unglingarnir, rauninni 13 ára og eldri, þeir eru allir að taka próf, þeir lesa prófteksta yfir og síðan svara þau spurningum á eftir. Og þannig eru þau að mæla bæði árangur sinn þegar þau byrja á námskeiðið, en eru síðan að sjá hraðan sinn aukast og lesskilningin aukast viku eftir viku eftir viku eftir viku. Og þannig að sjá, svart á hvítu, hvernig lestrarhraðan þeirra er að hafa áhrif á þeirra athygli, einbeitingu, eftirtekt. Þannig að skilningurinn er hægt og bítandi alltaf að vaksa. Þannig að við erum að passa mjög vel upp á þetta. Aftur á móti á krakkanámskeiðunum, þá hef ég ekki verið að leggja mikla áherslu á prófin. Þau fá fullt af prófum og fullt af svona hlutum í skólanum. Það sem ég vil frekar hvetja þau til er að bara fara að byrja að hafa gaman á bókum. Að kveiki hjá þeim ástríðuna til þess að lesa. Vegna þess að ég veit að ef ég fæ barn sem er 7 ára, 8 ára, 9 ára, 10 ára, 11 ára, 12 ára, til þess að fara að lesa 1-2 bækur á mánuði, þá er þetta barn aldrei að lenda í vandræðum í framhaldi. Þannig að ég hef frekar lagt áherslu á það hjá krökkunum að kveikja ástríðuna, þau hafi fara að hafa gaman af því. Vegna þess að þau erum að horfa í þetta svona. Hvort kemur á undan lesánægjan, lesgleðin eða lesskilningurinn? Og ég segi oft við foreldra, ef við tökum bara íþróttir sem dæmi, ef við tökum fótbolta, hvort koma undan hjá barni sem spilar fótbolta, leikgleðin við það að fara út og hitta vinuna og spila fótbolta og hafa gaman, eða leikskilningurinn? Hvort koma undan? Alveg pottet leikgleðin. Þegar þau fóru út að leika, þá voru þau vildu bara hafa gaman með vinunum. Leikskilningurinn, hvenær á að vera víti, hvenær á að vera hot, hvenær á að vera innkast, hvenær á að vera þetta og þetta, það kemur síðan hægt og bítandi þegar þau fara að skilja hvernig reglurnar tengjast. Þau fara að fylgjast með þessu í sjónvarpinu, þau fara að fylgjast með þessu á æfingum. Þá byrjar leikskilningurinn að verða meiri. Þetta byrjar allt með því að fá barnið út. Fá barnið út til þess að fara að sparka bolt og hafa gaman að því. Síðan þurfa að horfa í hinn þáttinn. Og það sama á við lesturinn. Hvort kemur undan lesgleðin eða lesskilningurinn? Því að við horfum þetta líka svona. Ef að barn þarf að vera með mikinn lesskilning, þá þarf það að hafa mikinn orðaforða. Og hvernig kemur orðaforðin? Hann kemur með meiri lestri. Ef að barn les ekki, þá byggir það ekki upp orðaforða og það næri ekki lesskilningi betri. Þannig að við verðum að horfa í það að til þess að fá orðaforðan, þá þurfum við að hvetja börnin til þess að lesa meira. Þannig að orðaforðin aukist og leið er lesskilningurinn að batna. Þannig að þetta tengist allt saman. Ef að lesskilningurinn á að vera mikilvægur, þá þurfum við að horfa í það lestrar ánægjan, það að barnið sé að lesa og sá hluti, lestrar ánægjan. Eins og ég talaði um bæði í gærkvöldi og kvöldinu þar áður, hann er svo tengdur lestrar hraðanum. Vegna þess að horfum í þessi 2 börn sem ég hef verið að hamra dálítið mikið á. Og ég tek þau fyrir aðlút af aldrinu þeirra,
vegna þess að þau eru akkurat á þessum aldri, en þau eru bara í rauninni fyrirmyndir margra barna. Það eru mörg börn í stöðum þessara tveggja stúlkna. Það eru báðar stúlkur, hvort þeirra býr yfir meiri lesskilningi. 9 ára stúlkan sem að les 550 orð á mínútu er að lesa 3 skáldsögur í viku, eða 13 ára stúlkan sem að las 30 orð á mínútu og bara reyndi að veigra sér við því að lesa vegna þess að henni fannst svo leiðilegt að lesa, af því að hún var 13-14 mínútur að lesa eina blaðsíðu. Hvort barnið býr yfir meiri möguleika á því að byggja upp lesskilning? 9 ára barnið sem les 3 bækur á viku, eða 13 ára barnið sem að les svo hægt, það leiðist svo að lesa að það reynir að forðast lestur eins og heitan eldin. Auðvitað er 9 ára barnið í miklu betri stöðu. Og það er þangað sem að við viljum að börnin okkar komist. Að þau komist upp á lagi með það að lesa 200 orð, 300 orð, 400 orð. Að þau hafi möguleika á því að lesa 1-2 bækur í hverjum einasta mánuði. Og þannig hafi möguleika á því að byggja upp alltaf meiri og meiri orðaforða og þannig meiri lesskilning og þannig meiri lestraránægi. Og þangað viljum við koma börnunum. Og það skiptir svo mjög máli að passa upp á þetta, og lykillinn að þessu er í rauninni tiltölulega einfaldur. Þetta er bara einfalda lestraræfingar. Börn skilja og þekkja rauninni grunngildi æfinga svo vel. Það skiptir ekki máli hvort að þau eru í íþróttum, hvort að þau eru í tónlistanámi, í hverju þau eru nást í sínum áhugamálum. Þau vita að endurtekning á einföldum æfingum byggir upp færni. Það gerist hjá öllum og það sama á við lesturinn. Og það eina sem þau gera þegar þau koma inn á 3 vikna námskeið eða 10 vikna námskeið hjá mér, þá eru þau einfaldlega að fá æfingaferli í hendur. Og þetta æfingaferli geta rauninni 7 ára krakkar, 8 ára krakkar, 9 ára krakkar, 10 ára krakkar, 11 ára krakkar, 12 ára krakkar notað mjög auðveldlega. Þau fá aðgang að kennsluvef, þar sem að þetta er allt saman útskýrt og það eru vídeó sem að leiða þau í gegn skref fyrir skref fyrir skref fyrir skref. Þetta eru æfingar sem að foreldrar í gegnum foreldranámskeið fá bara afhent, og þau bara geta notað þetta fyrir sín börn hvenær sem þeim hentar, fyrir hve mörg börn sem þeim hentar, fyrir, þú veist, afabörn eða ömmubörn eða hvað það er. Þetta er ekki flókið, en þetta þarf að vera æft og þetta þarf að vera einfalt fyrir börnin, og þess vegna skiptir svo miklu máli að passa upp á þetta. Nú, ég er búin að vera að fara á síðustu 10 kvöldum í gegnum ansi mikið af efni, og ef þér finnst þú hafa mist af einhverjum punktum, þá eins og ég hef verið að benda þar á, kíktu hérna inn á h.is/foreldrar. Þar eru fyrstu 4 vinnustofunar og þar er ég að taka fyrir fullt af efni. En síðan er efnið eftir það fór og fer alfarið sem bónusefni, þannig að þegar að barnið þitt er komið á aldur til þess að koma á námskeið, þá færið þau aðgang á öllum þessum 10 vinnustofum í gegnum undirbúningsgáttina. Nú ef þú stekkur inn á foreldranámskeið, þá færið líka aðgang á öllum þessum vinnustofum þar í gegn. En fyrsta kvöldið, þá tók ég á vanda númer 1. Það er hve mikilvægt það er að stjórna hraðanum. Að við séum að nota fingur, penna, blýant, og við séum að segja rauninni augunum nákvæmlega hvað við höfum að lesa og hver hratt við höfum að lesa. Það er auðveldra fyrir okkur að stjórna hraðanum á fingrinum. Heldur nokkuð tíman að reyna að stjórna því, bara halda á bókinni og láta augun okkar fara í gegnum línuna. Fingur, penni, blýantur, það er miklu auðveldra að leiða fingrunni gegn og stjórna hraðanum. Þannig eru við líka útilokað það að við séum eins oft að stökkva tilbaka og endurlesa aftur og aftur og aftur. Heldur við að passa upp á það að taka línu fyrir línu fyrir línu fyrir línu. Við erum að stjórna hraðanum, við erum að stjórna flæðinu og við erum auðveldra með að meðtaka, skilja, og eftirtekt, einbeiting verður alltaf meiri. Vandi númer 2 sem ég tók með ykkur var hraðahindranir, og það er rauninni þegar við erum að segja orðin upphátt í huganum. Þegar við erum að segja hvert einasta orð fyrir orð fyrir orðrétt upphátt í huganum, og þetta er vandi sem að mörg börn, þegar þau eru að læra að lesa, þau temja sér, en þegar þau eru orðin kannski 8, 9, 10 ára, þá er mjög mikilvægt að þau læra að hætta þessu. Vegna þess að hugurinn okkar þarf ekki að heyra hvert einasta í, hvert einasta og, hvert einasta á, til þess að skilja hvað þessi í og á er að gera í setningunni. Hugurinn okkar, þetta galdratæki, ræður við svo miklu meira hraða. Það vill meira hraða. Og mitt vandamál er
ekki endilega þessi 9, 10, 11 ára börn sem að eiga við þetta vandamál, því að það auðvelt að kenna börnunum að hætta þessu. Mitt vandamál að það svo mikið að 15 ára, 20 ára, 25 ára, 30, 40, 50, 60 ára sem eru enn að segja hvert einasta orðrétt uppátt í huganum og eru fyrir vikið aldrei að ná að lesa hraðar en kannski 150, kannski 190 orð búið. Þau komast ekki mikið ofar, einfalda vegna þess að hugurinn ræður ekki við meiri hraða að segja hvert einasta orð. Hugurinn okkar, hann getur ofta á móti farið svo miklu hraðar. Miklu hraðar. Og við þurfum að leyfa honum það. Nú vandamál númer 3 voru augun okkar. Augun okkar eru bara einfallega ekki hönnuð með bækur í huga. Þau voru ekki hönnuð til þess að lesa texta. Augun okkur eru hönnuð til þess að nota svo kallar örflögt til þess að stökkva umhverfið og fylgjast með öllu því sem er að gerast í kring. Það er bara aftur á móti þegar við lesum bækurnar okkar sem við þurfum að passa upp á þetta. Við þurfum að stoppa það af. Við þurfum að segja nákvæmlega hvað orð ég að lesa og hver hratt ég ætla að lesa. Vegna þess í bókunum þá ekki upplýsingarnar dreifðar hingað og þangað umhverfið. Það eru búin að setja, búin að matra þær fyrir okkur í beina línur, beint fyrir framan okkur. Og í staðinn fyrir við séum að leyfa augunum að stökkva út og suður, fram og tilbaka, þá ætlum við að segja nákvæmlega línu fyrir línu fyrir línu, orð fyrir orð, hvernig ég að lesa þennan texta og þannig að stjórna hraðanum, stjórna ferðinni miklu betur. Nú vandi númer 4 voru gamlar venjur. Gamlar venjur sem dálítið erfitt að brjóta upp, en ef þú nær börnunum nógu snemma, þá það ekkert vandamál og þetta til dæmis það að hvísla. Við heyrum það þegar barn að lesa stundum að þá heyrum við það hvísla orðin. Það ekki búið að læra alveg að stoppa að segja þessu orði upp á, það að hvísla ennþá. Eða ég að sjá börnin mynda orðin með vörunum. Og þetta þetta atriði sem við þurfum að laga vegna þess að ef viðkomandi að hvísla eða mynda orðið, þá næri hann ekki af því að hann að nota munnin til þess að mynda orðið, þá næri hann ekki að lesa hraðar en kannski 150 til 190 orð. Það sára sjaldan sem þau ná að yfir 200 orðin, en þau ekki að komast mikið ofar en það. Við verðum að passa upp á þetta og ég nefndi mitt söguna af 70 ára manninu sem kom á námskeið hjá mér og bara með nokkrum einföldum skrefum. Og þá náði ég að kenna honum það hvernig við getum stoppað þetta. Og ég benti einmitt á það í tímanum þegar við skoðum vandamál númer 4, hvernig við breytum þessari venju. Og það einmitt loka vinnustofan sem inn á h.is/foreldrar. Þannig að þið ættuð að geta fengið flestum ykkar spurningum svarað nokkuð vel bara með því að kíkja þangað inn. Nú, vandi 5 orðaforði og þar fórum við að skoða hve mikilvægur orðaforðin okkar og hvernig við getum ýtt undir meiri orðaforða hjá börnunum. Hvað það sem við getum gert til þess að hjálpa þeim? Við vorum að skoða til þess orðaforða dálítið í dag, varðandi lesskilningin. Til þess að lesskilningu sé góður, þá þarf barnið að hafa orðaforða. Til þess að barn geti lesið upphátt með öryggi, þá þarf það að hafa góðan orðaforða. Til þess að barn geti lesið hratt upphátt, eins og stundum þarf að gera í skólanum, þá þarf barnið að hafa mjög góðan orðaforða þannig að það þurfi stuttan tíma til umhugsunar. Þegar það að lesa texta sinni í gegn, þá hafi það í rauninni ekki þörf á því að vera að hugsa lengi orðið. Það þekkir orðin, það veit nákvæmlega hvað þau þýða og þau þess vegna fljótar að lesa textan í gegn. En þetta oft bara það að búa til leiki með börnunum. Ég nefndi við ykkur hengimannin sem við erum ofta að leika í hléi á 3 ára námskeiðunum og krakkarnir elska að leika þennan leik, reyna að giska á hvaða bókstafir eru í orðinu og reyna að giska á orðin sem við erum að setja upp. Þetta oft orð sem þau eru sjálf að setja upp og hafa mikinn orðaforða. Börnin okkar hafa nefnilega gríðarlega góðan orðaforða og það þarf bara að kenna þeim að nota hann. Síðan hitt að þegar þau finna ný orð, þarf að kenna þeim að endurtaka þau. Spyrja okkur hvað þau þýða, en síðan að endurtaka þau aftur og aftur og þannig að festa þau, líma þau fast inn í kollin hjá sér. Nú, vandi númer 6, þá tók ég það einfalda mál, lestur mikilvægur? Og við þurfum einfalda að passa dálítið vel upp á þetta. Ég spurði og setti þetta fram af ástæðu.
það töluvert það að unga fólkið okkar sé ekkert að leggja neitt rosalega mikla áherslu á lestur. Það telur lestur vera eitthvað sem svona dálítið á undanhaldi og muni jafnvel vera og dautt, óþarft eftir ekkert mjög langan tíma. Og eins og ég útskýrði fyrir ykkur og talaði hérna líka áðan, lestur og verður hraðvirkasta leiðin til þess að meðtaka upplýsingar. Það rauninni engin leið sem við búum yfir, þar sem við getum farið í gegnum upplýsingar á 2-falt, 3-falt, 4-falt, 5-falt, 10-falt, 20-falt meiri hraða. Heldur það sem við lærum í gegnum vídeo á vef, í gegnum hljóðbækur, í gegnum í rauninni hvaða form sem Lesturinn okkar og verður alltaf fljótvirkasta leiðin til þess að sækja og vinna úr upplýsingum. Við þurfum aftur á móti að þjálfa það. Við þurfum að ná þeirri leikni. Það tiltölulega auðvelt að ná að lesa 2-falt, 3-falt hraðar. En það þarf leikni og þjálfun til þess að ná 5-falt hraðar, 10-falt hraðar eða meira. Nú, vandi 7, hve miklu máli skiptir hraðinn? Ég skoðaði það bara fyrir nokkrum kvöldum. Skiptir lestrarhraði miklu máli? Komum mitt inn á fullt af spurningum því að það voru mjög margir foreldrar sem voru að velta þessu fyrir sér. Af hverju barnið mitt ekki að njóta textans? Af hverju barnið mitt að missa niður einbeitingu? Af hverju og hve mikilvægt það fyrir barnið mitt að ná lestrarhraða? Það mjög mikilvægt og ég tók mitt mjög vel á því í þeim tíma vegna þess að þegar hraðinn góður þá það alltaf þannig að eftirtekt, einbeiting, athygli alltaf meiri. Við ekki að tjúna út, við ekki að missa athygli, við ekki að missa áhugan. Við að halda þræðinum betur í gegnum sögur, við að fá flæðið þannig að við séum nánast í að horfa á bókina. Þetta eins og bíómynd í huganum okkar sem við að sjá allt gerast ljóslifandi fyrir okkur í huganum. Þannig að hraðinn skiptir gríðarlega miklu máli til þess að við að hafa gaman af bókunum til þess að börnin njóti þess að lesa. Þá þurfa börnin meiri lestrarhraða. Og þá fór ég að skoða mitt í vanda númer 7, í vandi númer 8 fyrirgefiði, hver hratt á barnið að lesa, og ég tók það hérna fyrir áðan. Hver hratt á barnið að lesa? Jú, það þarf að ná helst að það þurfi ekki mikið meira en 50-60 sekúndur til þess að lesa eina blaðsíðu. Þegar það fara að nálgast það tæpa mínútu að lesa eina blaðsíðu, þá það orðið góður lesandi. Og þá lestrarfærni þeirra orðin mjög góð. Þangað vilt að barnið komist, það geta allir. Ef að 9 ára stúlka áður hún kemur á námskeiðið, áður hún kom á námskeiðið hjá mér, þá var hún komin í 550 orð á mínútu, 9 ára gömul. Þá getur barn með þjálfun, með æfingu, auðveldlega náð að lesa 350-450 orð, ekkert vandamál. Við þurfum bara að breyta örlítið hugarfarinu, hvernig við lesum, hvað við gerum, hvað við þurfum að passa upp á. En börn ná þeim hraða með færni, með æfingum, ekkert vandamál. Og svo bara vandamálið í dags, það sem ég skoðaði lesskilningin og ég ætla að vona að með því að svona smella þessu öllu saman að þá sért að sjá að auðvitað ef að barnið býr ekki yfir hraða, ekki að njóta textans, ekki að lesa bækur, þá hefur það ekki orðaforðan til þess að ná lesskilningnum og fyrir vikið þá dettur allt sjálft sig. Þetta verður vítahringur sem verður erfitt að koma barninu út. Aftur á móti með einföldum æfingum, þjálfunum, þá hægt að koma hvaða barn af stað. Það þarf hugsanlega lengri tíma, það þarf hugsanlega að sitja 2, 3, 4 námskeið. Ég hef sett það til dæmis ef að barn 9 ára og kemur inn á 10-12 ára hópnum, þá getur það komið á hverju einasta ári, þess vegna 2-3 ára ári, þá getur það barn 9 ára gamall verið 14 ára gamall. Í 5 ár getur það komið 2-3 ára ári í 5 ár. Yfir hvaða lestrarfærni býr það barn þegar það búið að sækja námskeiði ár eftir ár á kannski 3-4 mánaða fresti hverju einasta ári. Og það eitthvað sem þetta bara frýtt. Ef að börnin búin að sækja námskeið einu sinni, búin að borga fyrir það einu sinni, þá getur þau komið í 5 ár, 3-4 sinnum á ári og það þarf ekki að borga krónu fyrir það. Eina sem þau þurfa að borga rauninni tímið þeirra, að vera að mæta með hópnum og sitja með hópnum. Þau hafa líka aðgang að kennsluefninu á neti. Þannig að þau þurfa ekki endilega að mæta í alla tímana því að þau eru með allar æfingarnar
þar til þau verða 14-15 ára. Þannig að þau geta auðvitað tekið æfingarnar bara gegnum netið. En þetta barn hefur kost á því að koma aftur og þannig að ná alltaf meira og meiri leikni, ná meiri lestrarfærni. Og það skiptir máli að nýta þetta, en þá ætla ég nú svona að fara að slíta þessu. Þetta búin að vera skemmtileg 10 kvöld. Ég ætla að vona að ég hafi náð að skila örlitlu af þeim mólum sem mig langaði að sýna fram á og útskýra fyrir ykkur. En minni bara á að skjóta spurningum á mig ef einhverjar spurningar eru. Það pottþétt að ég mun koma inn á mánudaginn og vera með vinnustofu. Kíktu hér inn ef það einhverjar vangaveltur. Síðan, vefsíðan mun breytast sem að ég að nota í dag, því að ég að fara að kenna aðeins efni fyrir menntaskólanema og háskólanema og unglingana. En inn á þessara síðu verður hægt að spyrja spurninga. Skjóta spurningum á mig þannig að ég geti svarað þeim næsta mánudag á svona veffundi, á svona vinnustofu. En ég ætla svona aðeins að innbráð í sumir hafa á síðustu 10 kvöldum verið að spyrja út í hvað breytist við COVID-19. Verður staðnámskeið, eitthvað að gerast, hugsanlega næst námskeið bara í janúar, febrúar. Já, það mun margt breytast. Já, hugsanlega verður ekki námskeið fyrir í janúar, febrúar. Ég ætla að vona að það verði staðnámskeið fyrr og ég geti byrjað að hluta þeim námskeiðum sem að bíða núna í október eða byrjun nóvember. Nú, ég þó að byrja með 3 vikna fjarnámskeið því að ég vil horfa í þetta svoleiðis. Ekki bíða með að leyfa barninu að ná færni. Hjálpaðu mér með því að sitja fjarnámskeiðið. Ef þú situr við hliðina á barninu og það að taka námskeiðið heima, hvað það að spyrja? Hvað þið í vandræði með? Hvað á það vandræði með að skilja? Og þá get ég alltaf bætt námskeið ennþá betur. Foreldrar sem kom inn á námskeiði núna og hjálpa barninu sínu í gegnum 3 vikna fjarnámskeið fyrir hraðastar krakka 10-12 ára, þau fá í rauninu sem bónus 3-4 vikna kúrs, námskeið, frítt. Ég myndi segja, miðað við til dæmis foreldranámskeið sem ég að fara að rukka, þessi 3-4 vikna kúrs sem þau að fara að fá þarna, vikulega ábendingar, daglegar jafnvel ábendingar ef eitthvað sem vantar upp á. Ég hugsað, ég myndi rukka allavega 29.000 krónur fyrir það. En þau fá þetta frítt með 3 vikna fjarnámskeiðinu, einfaldlega vegna þess. Mig langar að fá eins mikla rauninni hjálp frá foreldrunum til þess að útskýra og einfalda þannig að barn geti farið í gegnum 3 vikna fjarnámskeiði, jafnvel frá og með janúar, og foreldrun þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur. Það þarf kannski bara að sitja við hliðina eða svona vera nálægt og barnið geti farið skref fyrir skref í gegnum allt ferlið. Þannig að það skiptir mér miklu máli. Ég með góða reynslu af fjarnámskeiðunum fyrir eldri nemendur, svona 15 ára og upp úr. Þar ég með mjög góða reynslu og nemendur hafa verið að ná góðri færni, að nota 6 vikna fjarnámskeið hjá mér, að vera að nota einkakennsluna. Mitt vandamál akkurat núna þó að ég sé tilbúið með 3 vikna fjarnámskeið fyrir krakka, þá vantar mér smá feedback, smá svona svörun frá foreldrunum. Eitthvað sem að barnið lendir í vandræði með? Það nógu gott eins og það Og þess vegna mæli ég endri með því, stöktu inn núna, vertu með í fjarnáminu sem að byrja og þá að fá nánast í óheftan aðgang að mér. Öllum spurningum svarað, allt saman útskýrt. Ég að láta ykkur fá vídeó þar sem ég útskýra nákvæmlega hvað ég að fylgjast með, hvað vil ég að þið passið upp á heima, hvað vil þið sé að segja við börnin ykkar og hvernig þurfum við að útskýra hlutina. Og með því móti það ná að búa til námskeið þar sem að barnið þarf ekki að bíða fram í janúar. Það þarf ekki að bíða fram í, eins og ég segi, ég vona að þetta fari svona, en við vitum það ekki. Við höfum ekki hugmynd það og kannski þurfum við að halda áfram með fjarnámskeiðin í janúar, febrúar. Ég vona ekki en við þurfum bara að hafa það í huga. Við vitum ekki hvernig næstu mánuðir munu líta út. Og í staðinn fyrir að barnið sé að bíða mikið lengur, stökkum á stað, hjálpum því. Við erum meira heima,
börnin eru meira heima, þetta er besti tíminn sem við höfum til þess að koma upp á lagi með það að lesa miklu meira. Nú, áður en ég fer að taka bónusinn hérna rétt strax, ég fer að slökkva á Facebook streyminu hérna bara eftir smástund. Þú ert örugglega að velta fyrir þér, hvaða skref átt þú að taka? Ég ætla að vona ég að náða að sína þér á síðustu 10 vinnustofum að hvaða skref þú ættir að taka akkurat núna, en ég mæli með að kíkja hérna inn á h.is/krakkar. Hér er frítt námskeið fyrir þig, þar sem að þú getur séð hver hratt barnið þetta er að lesa. Í gegnum þessa síðu eru einföld skref, þannig að þú sjáur nákvæmlega í hvaða stöðu er barnið þitt og þá er auðveldara fyrir þig að taka ákvörðun út frá því. Þá veistu nákvæmlega og það eru mjög einföld skref sett upp þar. Nú inn á þessari slóð hér, þar er ég síðan að útskýra efni síðasta tíma dálítið vel. Hver hratt á barnið þetta að lesa og af hverju. Og ég skoða það mjög vel hérna, en ég kíkti örlítið á það í dag en síðan kíkti líka vel á það seinast. Nú inn á þessari slóð hér, h.is/foreldrar, eru fyrstu 4 vinnustofurnar. Hér muntu hafa tök á því að skjóta spurningum á mig í framhaldi. Næstu kvöld er ég ekki að koma hér inn á Hraðlestrarkrakkarna, inn á Facebook að kynna nýtt efni. Það verður þó aðgangur einhverja smástundi viðbót að þessu vinnustofum sem eru þar inni, en núna fer ég að taka þær út því að þær verða eingöngu notaðar sem bónus fyrir námskeiðin hjá mér. Þannig að ég er að fara að stökkva í það að slökkva á Facebook streyminu. Ef þú ert ekki búin að kíkja hérna inn á h.is/live, þá mæli ég með að gera það núna. Muna bara eftir því þegar þú ert inn á, og ef þú ert inn á h.is/live, að fara örugglega rétt fyrir ofan vídeóið. Þá getur þú valið Facebook streymið eða þú getur valið YouTube streymið og veldu YouTube, því ég mun halda áfram með það streymi. Facebook mun slökkva og þá kemur rauninni bara offline þar. Þannig ef þú vilt kíkja bónusinn sem ég ætla að taka fyrir hérna rétt strax, kíktu þá hérna inn núna. Ég gef þér svona kannski 30-40 sekundur til að stökkva þar inn, en annars þakka ég fyrir. Ég verð með annað efni klukkan 20:30 á morgun. Ef að þú þekkir eitthvað sem er í menntaskólanámi eða háskólanámi, þá mæli ég með, bentu þeim á. Þá verð ég hér annað kvöld, en þá er ég að streyma í gegnum Hraðlestrarskólasíðuna. Verð ekki hér, en látum þetta duga í kvöld. Sjáumst næsta mánudag. Takk fyrir mig. Nú meðan við bíðum eftir að þau stökkvi yfir, þá ætla ég bara að minna á að koma með spurningar. Þessi kvöld eru fyrir þig, foreldrið. Hvað getur þú gert til þess að nýta tíman akkurat eins og er, til þess að hvetja barnið til þess að lesa miklu meira. Og þetta þarf ekki að vera flókið. Börnin elska sögur, börnin vilja lesa. Þau ná bara stundum ekki að tengja og það er oft vegna þess að hraðinn þeirra er ekki nægur. Og öll þessi ráð, allt þetta sem ég bentir á, hjálpa þér, hvetur þig til þess að svona, byrja að breyta og hverju þú þarft að breyta. Og ég geri fastlega ráð fyrir að allir séu komnir inn á síðuna hjá mér sem ætla að fylgjast með bónusnum. Mæli með að kíkja hérna inn á þessa slóð hér, h.is/5 ráð. Hér er ég með þau 5 ráð sem er einfaldast fyrir þig að setja og festa svona kannski í þinn dag hvernig þú nærð að hvetja barnið til þess að lesa miklu meira. Þetta eru 5 ráð af 20 sem að ég bendi foreldrum á námskeiðinu Lestrarhestar, mitt barn les, sem ég er að fara að byrja núna eftir rétt rúma viku. Og þar ætla ég að leiða foreldra í gegnum einföld skref, einfaldar æfingar sem þau geta nota til þess að hjálpa sínu barni að lesa miklu meira. Og ástæðan fyrir því að ég er að fara að kenna foreldrum er bara einfaldlega það. Ég mun aldrei ná persónulega að kenna öllum börnum. Það er bara hreint út, einfalt. Og ég er að sjá það mikil mun á börnunum sem fara með mér í gegnum þetta ferli. Ef þau eru að nýta ferli vel, ef þau eru að koma síðan inn aftur og alltaf bæta lestrarfærina meira og meira. Ég vil einfaldlega gefa þér tækifæri, því að yfirleitt eru börnin jafnvel að taka enn betur í þetta í gegnum foreldrana.
þau treysta foreldrunum, þau treysta þér og ef að þú breytir ákveðnum venjum hjá þér, notar það til þess að hvetja barnið til þess að komast af stað, þá verður eftirleikun og svo auðveldur fyrir þig. Og svona seinasta kannski ráðið sem að ég tek fyrir hérna í bónus notaðu kvikmyndir og sjónvarp. Notaðu þegar að Hollywood og önnur kannski stór svæði gefa út myndir og sjónvarpsefni byggt á bókum. Við krakkarnir eiga auðvelt með að meðhöndla bíómyndir. Þau skilja bíómyndir, þau skilja sjónvarpsþætti. Þau eiga jafnvel auðvelt með að tengja við þetta. Og ef að við vitum að það er að koma út bíómynd sem byggð á einhverju bók, sem barnabók eða jafnvel unglingabók, þetta getur líka hentað fyrir unglingana, og við vitum að það er búið að gefa bókin út, stökkum í að lesa bókina, setjum hann á leslistan, segjum við krakkana á næstu, myndu sagt á næstu viku, næstu 3 vikum, hvað sem þá ætlum við að lesa þessa bók, síðan þegar myndin kemur í bíó, þá ætlum við að kíkja á hann í bíó, eða þegar myndin kemur út á Netflix eða hvaða stöð sem þá ætlum við að kíkja á hana. Því að eitt af því sem að gerist þegar að börnin fara að lesa bækurnar, horfa síðan á bíómyndina, þá átta þau að sjá því að bókin alltaf miklu stærri heimur. Hún yfirleitt miklu þéttari, það miklu fyrir persónur, hún oft skemmtilegri heldur en bíómyndi, því að það mjög erfitt að búa til góða bíómyndi eða góðan þátt og ná að fanga öll smáatriðin sem að höfundurinn setti inn í bókina. Það getur verið mjög erfitt og þeim betur sem að við nýtum þetta, þeim svona spenntari verða börnin fyrir þessu. Og ég nýtti þetta rosalega sjálfur. Ég reyndi að bjó á, hvað maður segja, gullöld þessa tíma. Ég fékk að upplifa það að eiga barn sem að upplifði Harry Potter tímabilið. Það var verið að gefa út nýja mynd á 1-2 ára fresti. Það var verið að gefa út nýja bók á tímabili, hún var ein af þeim sem stóð í röð að bíða eftir að kaupa bækur á réttum tíma. Þetta var auðvitað gullöldin, ekkert annað. Þegar Harry Potter var að koma út, þetta var tímabil þar sem að krakkarnir fóru í umvörpum að elska það að lesa. Og það rauninni ekki hægt að líkja því við neitt annað tímabil sem ég man eftir. Hvað mikið af krökkum fór að elska það að lesa bækur. Og þau voru endalaust og dóttir mín enn þann dag í dag að leita að næsta Harry Potter. Vegna þess að tilfinningin sem hún fékk við það að lesa Harry Potter var svo miklu stærri. Þau höfðu bæði gaman að því en dóttir mín svo miklu meira. Og ég fór að nýta þetta markvisst. Þegar að Twilight myndirnar voru að koma, þá setti ég þær á leslistan. Þegar að Divergent myndirnar komu út, ég man ekki alveg hvað hét á íslensku, þá, þegar Maze Runner kom út, það til svo mikið af góðum barna- og unglinga myndum sem eru byggðar á skemmtilegum bókum að við getum endalaust verið að búa til leslista og síðan búið til vídeókvöld eða kvikmyndakvöld þar sem við horfum á myndina og tölum saman hvað var öðruvísi í bíómyndinni, hvaða persónur vantaði, hvaða persónur saknaði hvað fannst þér flottar í bíómyndinni og krakkarnir geta endalaust talað um þetta. Og það skemmtilega varð, til dæmis með mín börn var þetta að því að þau ólust upp við það að tala um bækur, að tala um bíómyndir, að tala um munin og tala um hvað bækurnar væri skemmtilegar og miklu stærri og flottar en heimur heldur en þá fóru allt innum vinir þeirra, að því þau töluðu svona í skólanum líka, þá fóru vinir þeirra allt inn að lesa meira og allt innum fóru við upplifa það að foreldrar þeirra barna býtu, hvað að gerast, akkur mitt barn allt innum fara að lesa, bara af því að börn, þau vilja taka þátt í svona. Þegar lestur eru orðin svona félagsleg skemmtun, þar sem við erum að tala saman um bækurnar og njóta bókana saman, þá verður þetta miklu stærri heimur og þetta gerði
fjölskyldukvöldin, alltaf mjög skemmtileg, mikið spjallaðan bækur, mikið talaðan bækur og gerðu þetta venju hjá þér. Notaðu, Hollywood er alltaf að leita í bækurnar. Hvort sem það er fyrir sjónvarpsþættina eða hvort það er fyrir bíómyndirnar, og það er lítið mál fyrir okkur að nota þeirra útgáfur til þess að hvetja börnin okkar til þess að lesa miklu meira. En þetta var kannski örlítið lengra heldur en ég ætlaði mér, en þetta er ráð sem að hjálpaði mér gríðarlega að koma börnunum mínum á stað, kveikja þeirra áhuga, þeirra ástríðu, og ég veit að það mun gera það sama fyrir þig. En þá erum við komin að lokum. Svona seinasta vinnustofan, það sem ég er að taka kvöld eftir kvöld í þetta. Ég mun vera hérna aftur á mánudaginn kl. 20:30, þá mun ég vera að taka fyrir spurningar frá ykkur. Verið ófeimin að senda spurningar á mig fram að því, en ætla bara að þakka fyrir mig, þakka fyrir kvöldið. Sjáumst á mánudaginn. Bless.